Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og nú ætlum við að bregða okkur suður yfir heiðar. En Ásthildur Ómarsdóttir, dagskrárgerðarmaður, brá sér á sjálfsvarnarnámskeið hjá TÍ í Sporthúsinu í Kópavogi og talaði meðal annars við Immu Helga og við ætlum að fá að sjá það. Námskeiðið er þannig byggt upp að þær byrja í fullkomnu stöðu, bara í það sem svolítið bil á milli okkar. Þar læra þau að slá að öllu afli og læra bara svona grunnhögg og olnboga þegar við komum nær. Síðan þá verður komin aðeins óþægileg stöðu þar sem búið að grípa í þær. Þannig að þær læra að það er búið að grípa í úlnliðinn, saman hvort hann sé hérna niðri eða búið að grípa hérna uppi, hvernig þú losar þig og slærð eftir. Þannig að við reynum að gera þetta pínu lifandi og vera á pínu hreyfingu og með uppbyggjandi mótspyrnu. Þannig að það byrja kannski rólega en svo er alltaf aðeins meira og meira mótspyrnu. Þetta námskeið er bara lokað fyrir konur, þannig að karlmenn mega ekki koma inn á námskeiðið. Þetta er ESR-CAT-kerfið. En síðan framhaldstímanum að þá erum við með ESR-PM sem er svona öryggistök og neðavörn og mjög gott ef þú ert að læra, ef þú ert að vinna við hættulegar aðstæður. Ef þú ert lögreglumaður eða öryggisvörður, dyravörður, ert að vinna á sambýli, konukoti, hvar sem er, þá ertu að læra aðferðir til þess að yfirbúa andstæðinginn án þess að slasa. En í framhaldinu að þá erum við saman, bæði stelpurnar og strákarnir, við erum saman í tíma og þá fá stelpurnar líka aðeins meiri mótspyrnu gegn strákunum og læra að sleppa þannig aðstæðum. En er einhver ástæða fyrir því að þetta sé lokað fyrir bara konur? Þetta kerfi er bara hannað fyrir minni andstæðing til þess að yfirbúa stærri og þess vegna hefur þetta verið lokað fyrir konur og það er líka bara til þess að konum líði betur. Það er oft þannig að þeim líður bara betur þegar það er allt öðruvísi væp, þeir eru bara konur, þeir eru að fara í mjög óþægilegar stöður. Við erum að reyna að opna lappirnar á þeim og eitthvað svona sem er bara mjög óþægilegt að gera með strákum. Þannig að þess vegna höfum við haft þetta bara algjörlega lokað fyrir stelpur, svo þeim líði vel og svo leið og það eru orðnar öruggari með sig, þá geta við farið á móti strákunum og þá er þetta ekki eins erfitt, þá er þetta ekki jafn stórt skref að taka. Er þetta í raun og verið að gerast á Íslandi? Já, því miður. Það er því miður að ég held að tölurnar séu mjög svipar. Ég held að sé alveg 1 á móti 5 konum á Íslandi sem eru að lenda í ofbeldi einhvern tímann á ævinni. Og það er bara mjög hátt hlutfall ef maður pælir í því. Og því miður að það er þannig að glæpamenn á Íslandi eru líka með hnífa á sér og þeir eru með vopn á sér. Og það er bara mjög sorgleg staðreynd en þannig er það. Og það þarf ekki nema að fylgjast bara með fréttunum í smá stund og þá sjáu þið að það er mjög mikið ofbeldi á Íslandi og það er samt bara brotaði sem maður ratar í fjölmiðla. Það er fullt af hlutum sem gerast sem maður rata aldrei í fjölmiðla. En það er aldrei neitt 100% í þessum heimi. Og það er svona að þótt að þær læra líka pínu hvað þeir geta ekki gert. Læra hvað þeir geta og hvað þeir geta ekki. Af því það er líka mikilvægt að labba út á námskeiðinu og vera ekki bara eitthvað, heyrðu já, ég er súpermann, það getur enginn aftur ráðist á mig, Auðvitað getur maður lent í alls konar aðstæðum. En svo er líka þannig, þær læra líka svona pínu taktík, hvað þeir geta gert, hvernig þeir geta hópað sér saman, hvernig þeir geta unnið saman, hvernig þeir geta passað upp á hvora aðra og hvað er æskilegast að labba og hvað er ekki og þess áttar. Hvernig er gott að bera sig og alls konar svona, hvernig þú hugsar í svona aðstæðum. En það skiptir engu máli, saman hvort þú varst að bera þig illa eða barst þig vel, ef einhver ræðst á þig, þá er sökin alltaf hjá gerandanum. Það er mjög mikilvægt að það sé imprað sterkt á því að sökin er aldrei, sama hvort ég kunni að verja mig eða ekki, sama hvort ég kunni að verja mig en geti það ekki, að sökin er alltaf hjá gerandanum. Það er aldrei mér að kenna ef ég næ ekki að bregðast við og þetta er bara fullkomlega eðlilegt að frosna í aðstæðum. Ég fór á svona stutt námskeið sem ég fekk í vinnunni minni í sumarbúðum og mér fannst það geggjað gaman, langa að prófa og svo bara, við erum konur í skrýtnum heimi þannig að maður þarf stundum að hafa þetta á bakinu. Þannig að já, að maður þarf bara að læra að verja sig stundum og fínt að vita hvað maður á að gera. Ég myndi segja bara að allar konur í heiminum ættu að læra að verja sig. Og það er ekki að því að einhver mun pottþétt ráðast á þig eða en það er bara til þess að ykkur líði betur í alls konar aðstæðum. Og það er svo magnað að fylgjast með stelpum sem er búin að vera hérna í þótt að sé ekki nema bara 3 mánuði, hálft ár, að sjá bara hvað er miklu bara sjálfsöruggari, auðveldara með að tala fyrir framan hóp. Mér finnst í rauninni að þetta ætti að vera kennt í grunnskóla, það verður það mikilvægt. En hvað var það, af hverju vildu þið kunna að verja ykkur?
var skemmtilegt. Þú veist, það var ekkert í rauninni, það var engin atburður eða neitt þannig sem var til þess að ég bara ok, fokk, ég verði að læra eitthvað annað heldur en karate. En síðan gerir þetta mann líka bara sterkari og sneggri og þú veist, fái betra þol og þannig að maður kennst í sturla form af þessu sem mjög gott, góður svona auka fítus. Auka afleik, já. En fyrst og fremst þá ég bara í þessu að þetta ógeðslega skemmtilegt. Og þetta gefur mig mikið sjálfstraust. Ég get bara gera mann alveg sterka fyrir nánast hvaða aðstæður sem